meira meina bara þessa magnara og þetta sem við búin að brasa í þessi gammalda transistor kallað BJT, Bipolar Junction transistor, hann straumstýrður. Það er ákveðin mikið straumur inn í beisin hérna og þá fer ákveðin mikið straumur það niður. Mögnunin í honum heitir HF. Og svo en hinir sem ég ætla nú að kynna fyrir ykkur þeir enda allir á fett. Fyrst hét jóðfett, svo kom D-móðsfett og segjum svo komið E-móðsfett. Þeir eru allir spennustýrðir. Það fer ekkert hér í stýripinnin, hann heitir gate. Hérna base hérna, þetta gate hér og gate hér og gate hér. Og það fer engin rafeind í gegnum þetta, það bara rafsviðið. Og eða kannski munið rafsviðið, við vorum svona þéttatilraun, eða við gerum svona með þétti hérna 2 plötur og 2 vírætnótur og hér eru plúsar og hér eru mínusar. Það myndast hér á milli svona rafsvið í þéttinum og svo aftengið frá batteríinu þá helst rafmagnið á þéttinum út af rafsviðinu og þetta notfæra menn sér hér. Það er að segja, þetta gamli hérna, ef við kíkjum bara aðeins á, þessi kom fyrstur hérna, jóðfettin og hann teiknaður svona og skautin heita á þeim öllum þrem, þau heita sem sagt í staðinn fyrir kollektor heita það drain, í staðinn fyrir base heita það gate, í staðinn fyrir emitter heita það source. Það er að drain, gate og source. Og þetta eru ekki lógísk nöfn, allavega ekki source. Source því svona uppspretta en þetta eiginlega, þetta fyrir í gegn sko. Allavega þetta það sem þeir heita. Og þeir hafa ólíka eiginleika. Þessi hér sá sem við notum eiginlega bara. Þessi hérna. Þessi kom fyrstur og þessi lítið notaður og svo þessi. Þið sjáið það að fara með, tekið blýantinn. Þið farið með blýantinn hér og hann al heillína hérna í gegn. Þessir 2 gæjar, það er að jóðfett og D-móðsfett, þeir leiða alltaf. Það þarf ekkert merkin og geitið á þeim, svo þeir leiði. Hérna sjáðu hér í slitið í sundur, þannig að blýanturinn hann fer ekkert hér á milli. Þessi leiðir ekki nema að fá spennin og geitið. Þannig að það má segja að E-móðsfettin sé svipaður og gamli transistorinn, hann leiðir heldur ekki nema að komi hérna rafmagnið og geitið, inn á beisinn. Og þessi línuritt hér, þau sýna hvernig þeir eru. Það er að segja UGS spenna milli gate og source hérna á milli. Þegar það engin vír hérna á milli og ekkert rafmagn hérna, þá bara 0 hér, bara 0. Og þið sjáum þá leiðir hann í botni. Þetta hérna straumurinn hérna niðurdreinið hérna á sér. Og þegar það er þetta mínuspennu á hann, sem bara -4 volt eitthvað svoleiðis, svo hann hætti að leiða. Svo kannski -3 og 2 og 0, þá leiðir hann alveg í botni. Þessi hérna, það er að segja D-móðsfettin alveg eins, við 0 volt hérna á milli, eða bara vír hér á milli, þá leiðir hann hér, þessu punkti hérna, og svo ef það farið í mínus, sem bara aftur -4 volt, þá hættir hann að leiða. Og svo þið farið með til plus, þá leiðir hann bara meira og meira og meira. Þannig að hann leiðir alltaf. Það þarf að hafa fyrir því að láta þá hætta að leiða þess að tóka hérna. Þeir virka þannig, við skulum bara skoða hérna móðsfettin. Þetta sami svipaðir kubbar hér. Móðsfettin búið til þannig, það er að segja gamlir svona 3 kubbar, NPN, silikónkubbar sem voru dópaðir með mörgum rafeindum og fáum rafeindum og eins og díóðan og svo fóru þeir að leiða þegar það var hittir hérna á milli base emitter og þá fór hérna niður. Þessi byggja á allt öðru prinsipi. Við skulum bara skoða myndinni hérna. Segjum svo að þessi sem hann leiðir ekki nema að fá í plus inn á sig. Segjum að hann byrja bara að leiða hérna, kannski við plus 2 volt. Plus 2 volt, byrjar að leiða, sem dæmi. Það sem gerist hér, þegar hér koma plus 2 volt, þá nægir hann í rafeindi. Það eru hér og það dragast hingað upp. Hérna, svona, og hérna fullt af rafeindum komið hérna
og þá myndar svo kallar kanal eða leiðni rás hér á milli, hérna yfir. Og þá fer, sem að hér sé bara pluss 20 volt þetta, sem dæmi, og hér bara 0 þetta, þá fer að streyma hérðan og hérna yfir. Það að segja rafsviðið sem myndast, þetta nafn hérna, MOSFET, því Metal Oxide Semiconductor, Semiconductor Field Effect Transistor. Lykillinn að þessu er þessu örþunna rauða lína hérna, sem kallað, sem bara oxuðlína, bara nokkur atóm á þykkt. Þar kemur geitið ofan á og svo þegar rafmagnið kemur á geitið þá fer rafsviðið hérna yfir þessa línu og fer hérna inn í þetta substans sem hér, þetta dót sem hér. Og plúsinn nær í rafeindirnar, ýtir þeim upp og ýtir plúsana niður og hér myndast kanallar milli. Þannig að svo þegar við hækkum spennuna hérna þá bara nær rafsviðið lengra niður og það er fyrir rafeindir, þannig kanallinn bara stækkar. Og þetta er alveg magnað trikk því að það er ekkert rafmagn inn í geitið. Þetta er miklu svona hagkvæmari rás heldur en gamli transistorinn hér sem þurfti að fá fullt af straum inn í beisinn til að leiða. Hér fer ekkert engin straumur inn í beisinn, bara ákveðin spenna sem leggst hérna á þessa plötu sem nær rafeindir hingað upp og býr til þetta kanal á milli. Hér í demóflötu þá er kanallinn tilbúinn. Og hann leiðir alltaf og það þarf að hafa fyrir því að ýta rafeindunum niður til að draga úr og kolla kolli. Þannig að þessi rás hér er langmest notuð, MOSFET-in. Þannig að þessi MOSFET er sem sagt, þetta er svona hans eðli að það er búið til rafsvið í kringum geitið. Það rafsvið drífur hingað ofan í hennar kubb hérna og næri rafeindir hingað upp, þær leggjast hér undir geitið og mynda kanal eða rás og þá fer straumurinn að fara hér á milli frá drein og niður í sorsið. Geitið býr til kanal hérna á milli og þá fær þetta að fara hérna á milli. Þetta er svona einfalda stýringin á því hvernig field effect transistorar virka. Og þið sjáum að það er kannski erfitt þetta er alveg ídeal hugmynd fyrir rofa til að leiða af eða á. Þetta með sérlega allt rafmagn í bílum til að kveikja á einhverju, slökkva á einhverju og bara í eiginlega öllu þar sem þið verður ekki með liða, það eru fettar. Stundum vil ég að hafa það þannig að þið leiði bara sjálf, leiði alltaf, þá notið ég þess að gæja hér. En þessi er mjög sjaldgæfur, MOSFET-in. Jóðfettin er líklega miklu algengari, hann er svo gamall. Og hann leiðir sem það þarf að setja bara mínus á hans einhverja svona hægt að leiða, annars bara leiðir hann alltaf. En þessi set leiðir ekki nema að komi plússpenna inn á geitið á honum. Því það átti ykkur á þessum mun. Á prófunu þá bið ég ykkur að útstýra einhvern veginn að ég átti ykkur á því að þessi tveir jóðfett og MOSFET þeirra eðli er að leiða alltaf, þá er heil lína hérðan og hingað niður svona og þá er þetta mínuspennu, svo er hægt að leiða. MOSFET-in, þá er slitin lína hér, hann leiðir ekki neitt nema að fái plússpennu á sig, þá fer hann að leiða. Og þetta er kallað, þessi spenna hérna heitir gate threshold. Þetta er kallað bara GTH. Þetta er jafnt og gate threshold. Það er þegar hann byrjar að leiða og það er sama hérna. Og ESS sem er hérna, þessi skamstöðun hérna, það þýðir straumur í drein short circuit. Það þýðir þegar það er vír hérðan og hingað. Það er bara við nullið hér, hvar stera nullið? Hvað er IDDS-ið í það stera nullið? En við erum ekkert mikið að fara í þessar formúlur. Ég hugsa sko, ef þið þurfið að reikna þetta út, þá bara googlið ykkur. Þetta eru dálítið flóknar formúlur
Munurinn á þeim, sko þetta stig hér gamla, það línulegt. 1 milliampere á base og HF segir 100, þá eru 100 milliampere hér, 2 milliampere á base, þá eru 200 hérna. Fettin ekki línulegur. Hann það að segja, hann eiginlega annars veldisfall, hvernig hann virkar. Og skulum aðeins títi á þessa formúlu hérna fyrir MOSFET, það við notum hann mest. Og við getum þá bara að sýna ykkur þetta, þið þurfið ekki að sko kunna þetta upp á 10 fingur. Það að segja straumur í drain, ID. Það þá konstant sem gefið upp með viðkomandi íhlut. Ég geta að reikna hann út, það svolítið bras. Og spenna á það að segja spenna milli gate og source hér á milli. Hún einhver mínus threshold spennan, UGS threshold. Þetta hefur átt að heita UGS hérna. Það segir GS. Gate source. Milli gate og source. Það sem hann byrjar að leiða. Og þetta hér í öðru veldi. Svona. Segjum svo að konstantinn, segjum bara 16 sem dæmi, bara 16, bara einhver tala. Og við ættum að finna, það að segja, við gefum okkur að hann byrja að leiða hérna við 2 volt hérna, þannig að þessi hér 2, þetta 2 volt, og straumur í drain hérna, ID, þá jafnt og, það bara 16, og svo hérna það sem við ætlum að spenna hérna á gate source-unu, sem þessi bara 4 volt, mínus 2 volt, og þetta hér í öðru, og þá straumurinn hérna niður í draininu, hér, hérna niður. Þá bara tökum þetta frá, þetta eru 2, þetta væri þá jafnt og, straumur í drain, þá jafnt og 16, mínus, þetta eru 2, þetta eru 4, og já, þetta leggst, þetta höfum við hérna 20, fastan hérna, þetta bara fasti, konstant hérna, höfum bara 20, og því þetta vera 16, þetta vera 4, þetta hérna eru 2, og 2 í öðru, þetta eru 4, ok? Þetta eru 4, styrkja alltaf máli. Og þá fáum við hérna út 16. Og þetta geta að setja milliampere, ampere, bara eftir í hvar það er. En þetta það sem þið, ef þið þurfum ekkert að reikna út straum í MOSFET, þá verða að vita fastan sem hann gefur upp, konstantinn, og svo þurfum við að vita við hvaða spennu hann byrja að leiða hérna. Það oft í kringum plus 2 volt, og svo setjið þið inn þá spennu sem þið eruð að vinna við, og þá fáið þið strauminn hér, hérna á. Og, já, þetta bara svona. Þetta formúlan til að finna út strauminn í hérna MOSFET. En ég bið ykkur ekki að reikna þetta. En þetta svona bara kynning á þessu. Þið þurfum eins að skilja aðeins að MOSFET-arnir, þeir henta, sko, kennilínan fyrir þá, hún einhvern veginn, við getum teiknað þetta svona, og svo getum teiknað þetta svona, og svona, og svona, og svona, og svona. Hér UGS-ið, UGS-ið væri hér og hér ID-ið hérna. Og þetta sem sagt, já, við hafa þetta bara hérna yfir hann, UGS-ið, og hver lína hérna UGS. Þetta sko, það sem gerist við ákveðna spennu, segjum bara að hér að milli 2 hann byrja að leiða, hér, þá fer hann hægt og rólega hérna á stað og fer mismikið. Þetta svæði sem við getum notað sem magnalastig. Hérna hann að magna merkið upp. Síðan verður líðan eiginlega bara bein og þá hann eins og rofi. Og kosturum við hann sem rofi, ef að spennan yfir hann hækkar,
þá fer ekkert mikið meir í gegnum hana því að kanallinn hérna alltaf jafn, þess að hann ber bara jafn mikið straum. Þannig að þetta mjög heppilegt tæki sem rofi til að vera bara með, sem svona, bara með takmarkaðan straum. Þannig að hérna, svæðið sem hann að, hérna þessi kúrfa hér eiginlega, væri þá sem bara mögnunarkúrfan í honum og þeir sjáið að hún eins og veldisfall. Hérna eitthvað spenna þá leiðir hann, svo fara aðeins hærra leiðir hann miklu meira og svo bara miklu meira og það vont að nota það sem magnar af því þeir ekki línulegir. Þannig að spenna sem fer hérna fram og aftur, hún getur magnast lítið hér en mikið hérna. Þetta gallið við þá, þar að mögnuninni við annars veldisfall. Og þess eru þeir mest notaðir sem rofar. Og ég ætla að taka dæmi með ykkur. Já, svo hérna svona kombinasjón af hérna MOSFET og transistor. Þetta heitir IGBT. Og þau þurfið eiginlega að kunna eða hafa heyrt þetta því að þetta eru mikið notaðir íhlutir þar sem eru með afl. Þau geta stjórnað öðlega við 1000 volt og 100 ampere. Ekkert mál. Og ég ætla að sýna ykkur dæmi það sem að IGBT notar. Þetta þýðir Isolated Gate Bipolar Transistor. Það að gateið hérna inn, það MOSFET. Það fyrir engin straumur inn í gateið, bara spenna. Isolated Gate. Þú getur bara gamaldags bipolar transistor. Það að MOSFET stýrir BJT. Nýji tíminn stýrir gamla tímanum. Og þá heitir skautin gate og kollektor og emitter. Og ég ætla að sýna ykkur rás sem að hérna hún mjög algeng og heitir H-bridge. Og þið hafið kannski notað hann eitthvað, ég bara veit það ekki. Hún einfaldasta notin af H-bridge. Svona. Það rofi, 4 rofar. Hér DC-mótor, svona. Og hér rofi. Og hér rofi. Og hér rofi. Hér mínus. Og hér plus. Og þetta snúningsáttaskiptir. Ef að þessi er lokaður og þessi er lokaður, hér er lokaðir, þá verða maður hlið. Hérna, svona, hér í gegn, svona. Svo lokið þessum tveim hérna, þá verða maður hlið hinn áttina, svona. Þá snýst mótorinn við. Þetta kallað H-bridge, þetta svo stafurinn H. En þið getið skipt þessum mótor út fyrir forma við spenni. Og þannig þetta gríðarlega mikið notað. Þetta er áriðill. Þá búið þið til Asíu. Til dæmis, ef þið hafið heyrt UPSA, UPS, til dæmis UPS, Universal Power Supply, ef þið eru með bara tölvuna heima hjá okkur, sem ekki er bara borðtölvuna, og þið viljið ekki að hún detti út, rafmagnið fer af, þá kaupið ykkur UPS. UPS er svona kassi með fullt af batteríum í, tekur inn 220 volt, gefur út 220 volt, rafmagnið fer af, þá heldur hann áfram að gefa 220 volt, þetta er batteríið búið. Þá hafði tíman til að slökkva tölunni og kollakolli. Þannig að hérna, þetta verðist UPS hérna, og nýtt þetta hérna bara út hérna, þetta er stundsoft áttekið fyrir, þetta hér er rúðuppallarinn á bílum ykkar, eða þurrkumótorinn, hann gengur á H-bridge, hérna eru MOSFETar, eru sem rofar, í stað fyrir rof, þá er hér sem sagt svona MOSFET hérna, sem væri þá svona, og svona. Þetta er rofinn hérna, þetta er rofinn, svona rofi. Kveikið á honum, leiðir, hættið að tekja merkið af, þá slekkur hann á sér. Ok, hérna sem sagt, það er að segja
hver rofi MOSFET. Svona. Þetta rofin hérna. Þetta MOSFET. MOSFET. Ok? Og þessi hér eitthvað tölva sem stýrir þeim. Hérna sjáu þið, þetta hér fer í rafgeyma, fullt af rafgeymum hérna. Svona, bara, þetta oft svona 50 kg stykk, bara nýþungir þessu röfsar, fullir af frá batteríum. Og svo tölva, hérna einhvers staðar, mikroprosessor, sem stýrir þeim hérna. Kom þetta merkti í hvern IGBT hérna. IGBT 1 og 2 og 3 og 4. Fyrir hún að gætið á hann hérna. Hún að gætið hér, gætið hér, gætið hér, gætið hér. Þetta, svo kemur eftir á hérna, svona, svona, svona og svona. Og hér svo einhver notandi, sem bara pera hérna, ljósapera, getur ekki hvað það var. Og þá spennið, þetta hér eru 12 volt, þannig að spennirinn hér, þetta step-up spennir, þannig að spennan hérna út 220 volt, hér á milli verður 220 volt. Þegar hann hæstur, það sem að þessi gæri hérna að gera, þetta kallað pulse width modulation. Pulse width modulation. Þeir eru á, þessi tveir, smástund, þessi hér í smástund, smástund, smástund og þeir byggja svona rampa, aðeins spenna, aðeins hægri spenna, aðeins hægri spenna, aðeins hægri spenna og þetta svona sýniskurva sem byggð upp af svona ferningum. Svona. Þeir eru á í smástund og fara af aftur og kollakvalli. Þetta pulse width modulation. Og það að segja, þegar hann lengur á, þá hærri spenna. Púls víddarmótun. Og tölvan hér, hún með feedback, þú veist að eitthvað feedback hérna tilbaka í hana, hérna. Hún veit hvað að gerast og breytir tímanum og veltur álaginu og allavega. En þeir semst eru að loka, þessir loka, svo þessir, svo þessir, svo þessir, svo þessir og þessir og byggja upp svona sínusbylgju. Og tölvan sér það að hér á milli eru 10 millisekundur, hérna, 10 millisek og hér á milli eru 20 millisek, þetta eru 50 rið, 20 millisek, þetta eru 50 hertz, 50 hertz. Og þetta svona kassi, bara svona kassi og hérna eru oft tvær hæðir, hér eru fullt af batteríum hérna, fullt af batteríum, pluss hérna, pluss, 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 mínus og hérna gæti verið svona álkubbur með 4 svona rásum á, þetta stórum, með 3 skrúum, hver rás. Þetta eru þessi 4 IGBT hérna. Og þetta er svona kælikubb, þetta. Og svo hérna eitthvað dót á bakvið einhverju þéttar og dót til að búa til fína bylgju og tölvanafóliðis og kollakolli. Og hérna, þessum kassa, sting ég bara svona samband við 22 voltna og hér út svo bara klóin, bara hér. Og hér sting ég bara tölvun eitthvað hérna, þessu í vegginn og tölvun eitthvað hér í. Og svo bara allt í góð, þegar rafmagnið á, þá fer það bara beint í gegn hérna. Svo þegar rafmagnið rofnar til Reykjavíkur, þá fara batteríin, þið missið engan púls úr. Þið verðið alltaf með hérna 220 volt. Þegar rafmagnið fer af hér, þá heldur það bara áfram með bylgjuna. Þetta eru UPS-ar. Þeir eru mikið notaðir, tala ekki út á landið þar sem þeir eru með kannski, og já bara þau sjúkrahúsin, flugið, allt það sem ekki maður miss út rafmagn, þar hafið þið UPS-a og sumir eru með UPS-a og svo vararafstöð
og segjum okkur að rafstöðin, segjum bara einhverja 5 mínútur ég komast inn eða 2 mínútur, að þá á UPS-in að halda rafmagninu á meðan. Það eru til staðir, til dæmis sko, svona military basear eða hernaðarsvæði, þar keyra þeir sko rafstöðvar frekar heldur en að nota rafmagn frá landinu, af því þeir geta ekki mist út rafmagn. Þeir eru að keyra ratsjórnar og allavega dót og allt gengur á 50 riðum og þá er bara keyrt bara rafstöð í botni alltaf og UPS-ar á öllu líka. Sem þóla það kannski eitthvað 5 mínútur eða 10 mínútur þar til við búin með batteríin með kannski nýrri stöð í gangi eða eitthvað. Að hafa rafmagn sem er alltaf örugt, þá notið þið rafstöðvar í sambland við UPS-a. En hérna heima á Íslandi, þá sem dæmi heilbrigðiskerfið, það er töluvert af UPS-um, en eins og í fluginu og út allt og á mörgum skrifstofum, bara það er bara bakvinnslan í bönkunum, stóra tölvusamstæður. Það þola ekkert að missa rafmagnið út. Og þá keyriðu UPS-a á þær samstæður, en þeir þola kannski bara korter, þá eru þeir búin að vera. Og þá reiknum við bara með því að rafmagnið komi á innan 15 mínútna aftur. Þegar þið veljið ykkur UPS, þá spyrjið ykkur hvað vil ég hafa upp í tíma langan hjá mér á UPS-inum á þess að rafmagnið komi. Þannig að, og þá er notaður upp, og svo þeir bíla, sem bíla bara svo allt annað, og þá fara ofta þessi litlu kubbar, þeir eru samsagt, þeir eru svona bara ferningur, getur verið alveg svona stórir, svona gæi, með 3 skrúfum á, dreinið, geitið og sorsið, og svo svona kæliplata ofta undir til að fara á eitthvað til að taka hitan aðeins, því að þeir hitna við það að leiða allan hennar straum. Ég spyr ykkur á prófinu ég bið ykkur að nefna tvær tegundir af aðstæðum sem við notum hábrits, og það er þá fyrri er snúningsáttastiftir með mótor, það eru mjög algeng. Þetta er bara venjulegu snúningsáttastiftir með mótor hérna. Þetta er þá annað tilfellið hérna, þetta er bara pluss 12 bara í bílnum. Og hins vegar sem hérna til að búa til, sem pulse-width modulation, það er að segja generator. Þetta eru kallaðir áriðill. En þeir eru teiknaðir, táknið fyrir þá, er svona, DC, AC. Þeir fá DC hérna inn, sem bara 12 DC, og út kemur AC, eitthvað AC. AC-DC konverterar. Já, þetta eru kallaðir inverterar. Þetta hérna er bara stundinsáttaskiptir, en þetta heitir inverter á enskunni. Inverter. Og það þýðir bara að þú ert að snúa við, bara snýr við. Þetta er andstæðan, AC-DC. Þetta er DC-AC inverter. Það er nafnið sem við notað á þessu úti. Þannig að hábrits, tveir ólíkir heimar, þessi hérna, stundinsáttaskiptir og til að búa til AC, úr DC. Ok? Þannig að þá er búin að fara með ykkur yfir MOSFET-ana, hvernig þeir virka, spennustýrðir, og henta mjög vel sem rofar, og svo til ráð sem heitir IGBT, sem er búin til af einu MOSFET og einu transistor, og gott dæmi það eru UPS-arnir.